Eins og allir vita þá harðfiskur eitt besta nammi sem til og svo vill til að eitt besti harðfiskur sem ég hef smakkað framleiddur á Grenivík í Eyjafirði hjá fyrirtæki sem heitir Darri. Ég hitti Heimi Ásgeirsson, framkvæmdastjóra og einn eiganda fyrirtækisins og fékk hann til að segja mér frá starfseminni, en nú svo komið að helmingur framleiðslunnar seldur til útlanda. Starfsemin hjá Darra felst í við erum með harðfiskverkun og seljum undir vörumerki Eyjabita og Darri var stofnaður haustið 1996. Þá var ákveðið að kaupa litla harðfiskverkun sem var í Vestmannaeyjum og þeir seldu undir vörumerkinu Eyjabiti. Þannig að þeir voru með sölu aðeins fyrir á Suðurlandinu og við héldum bara því vörumerki og höfum haldið því síðan. Breyttum logoðun aðeins, tókum út eyjarnar og settum inn fjallið Darra sem fyrirtækið skilti höfuð á. Og hvernig hefur gengið? Það svona bara eins og öðrum fyrirtækjarekstri, svona upp og ofan, en heilt yfir hefur þetta bara gengið vel. Við höfum alltaf gengið vel með sölu og fólki hefur líka þetta og við höfum ekki losnað við að eyða miklu í markaðskostnað, eins og maður segir, varan á að kynna sig sjálf og í rauninni hefur þetta verið að við höfum alltaf náð að selja allt sem við framleiðum. En hvernig vinnsluferli hjá okkur? Vinnsluferli hjá okkur hefur alltaf verið, við höfum sem sagt keypt fisk á mörkuðum og af ýmsum aðilum, slægðan fisk og höfum tekið hann í hús. Við erum með framleiðslu á 2 stöðum hér sem pökkun og svoleiðis, og svo erum við með aðstöðunir á frystihúsi, leigjum þar hluta af húsnæði af Gjögri og þar erum við með svokallaða blautvinnslu. Þar tökum við á móti hráefnum sem við kaupum og þar það semst hausað og flakað og snýrt á flæðilínu og sett og raðað á grindur. Og svo þetta svona 4-5 dagar sem þetta í þurrki og þá þetta tekið út og sett í kör og inn í frost og látið jafna sig og svo restin af vikunni eitt í að pakka og svo byrjar þetta aftur í næstu viku. Kaupa fisk á mánudegi og unnið á þriðjudegi og miðvikudegi í blautvinnslu og svo pakkað fimmtudegi og haustdegi. Og þið seljið allt land og jafnvel til útlanda? Já, við höfum selt og það byrjaði nánast bara eftir 1-2 ár þá duttum við niður á aðila í Noregi sem keypti af okkur og gerði það í nokkur ár og svo erum við komið með sjálf í samstarfi við aðila út í Noregi og erum að selja harðfiskinn þar undir vörumerkinu Íslenskt torfufisk og með þetta töluvert í Norður-Noregi og svo erum við reyndar í Færeyjum líka og svo Grænlandi. Þetta þá stór hluti af ykkar framleiðslu? Já, þetta svona rokka svona frá 45% og upp undir 48% sem við erum að selja út á ári.